tekið fyrir fyrsta mál á dagskrá, beiðni leyfi deildarinnar til málshöfðunar gegn þingmanni. Ég legg hér fram bréf frá sérstökum ríkissaksóknara til forseta efri deildar og vil leyfa mér að lesa það bréf. Reykjavík, 11. nóvember 1988. Með bréfi dómsmálaráðherra dagsettu 7. ágúst 1987 var undirritaður skipaður til þess sem sérstakur ríkissaksóknari að fara með mál tengjast gjaldþroti Hafskips h.f. Með dómum Hæstaréttar uppkveðnum 4. júní og 24. júlí 1987 var ákærum sem hinn reglulegi ríkissaksóknari hafði gefið út vegna þessara mála vísað frá dómi þar sem eigi var talið rétt að hann færi með ákæruvald í þeim. Hinn opinbera rannsókn hefur meðal annars beinst að því að upplýsa hvort stjórnendur og starfsmenn Útvegsbanka Íslands hafi gerst sekin brot í opinberu starfi samkvæmt 14. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Rannsókn hefur meðal annars leitt til þess að gefin hefur verið út ákæra á hendur 4 mönnum sátu í bankaráði Útvegsbanka Íslands á þeim tíma þegar bú Hafskips h.f. var tekið til gjaldþrotaskipta hinn 7. desember 1985. Þeim gefið að sök að hafa sem bankaráðsmenn sýnt af sér saknæma vanrækslu við yfirstjórn bankans og við eftirlit með starfsemi hans og þannig látið hjá líða að fylgjast með skuldbindingum og tryggingum vegna viðskipta bankans við Hafskip h.f. sem var einn af helstu viðskiptaaðilum hans, en samkvæmt fundargerðum bankaráðsins var ekki fjallað málefni Hafskips h.f. á fundum þess á tímabilinu frá 1. janúar 1980 til 7. desember 1985 fyrir en 1. mars 1985. Auk þeirra 4 fyrrverandi bankaráðsmanna Útvegsbanka Íslands sem ákærðir hafa verið átti Jóhann Einvarðsson alþingismaður sæti í bankaráðinu þegar bú Hafskips h.f. var tekið til gjaldþrotaskipta hinn 7. desember 1985. Með vísan til 1. málsgreinar 49. grein stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 hér með leitað samþykkis háttvirtrar efri deildar Alþingis til málshöfðunar á hendur Jóhanni Einvarðssyni, alþingismanni, eins og öðrum bankaráðsmönnum Útvegsbankans fyrir greinin. Allra virðingarfyllst, Jóhann Einvarðsson. Háttundi, þingmaður Reyknesingar og Einvarðsson. Með bréfi dagsettu 11. þessa mánaðar hefur sérstakur saksóknari í svonefndu Hafskipsmáli óskað heimildar hæstvirtrar efri deildar Alþingis til þess að birta mér ákæru. Ákæru vegna meintrar vanrækslu í starfi mínu sem bankaráðsmaður í Útvegsbanka Íslands. Svo sem kunnugt tók ég fyrst sæti í bankaráði Útvegsbanka Íslands þann 1. janúar 1985. Í starfi mínu sem bankaráðsmaður lagði ég mig fram ásamt félögum mínum í bankaráðinu að gæta hagsmuna Útvegsbanka Íslands í hvívetna. Sérstakur saksóknari hefur þegar birt 4 bankaráðsmönnum ákæru vegna fyrrgreiðsmáls. Ég hlýt því að mæla með því að hæstvirt efri deild heimili sérstakur saksóknara að birta mér sams konar ákæru. Harma ber að mál þetta skuli bera að með þessum hætti, að hæstvirt deild skuli þurfa að taka þetta erindi fyrir. Þannig hefði ekki þurft að vera. Hæstvirtur forseti, ég tel mér saklausan að ákæra þessari en að sjálfsögðu þeirra skoðunar að virða beri óskir sérstaks saksóknara enda beri fyllsta traust til dómstólanna. Í ljósi þessa mæli með því að umbeðin beiðni verði veitt. Fleiri hafa ekki haft sér hljóðs. Ég berst því fram tillögu að háttvirt efri deild veiti það leyfi sem beðið. Þeir háttvirtir þingdeildarmenn sem samþykkja að veita leyfi gjörðu og réttu talningu. 8. 9. Þeir sem eru á móti. Enginn.
samþykkt með 18 atkvæðum að veita það leyfi sem er beðið. Ég mun nú senda sérstökum ríkissaksóknara upplýsingar niðurstöðu þessarar atkvæðagreiðslu. Nei, hér er auðvitað verið að segja það, herra forseti, að það er liðin tíð. Það er liðin tíð að stjórnarandstaða geti gengið fram og sagt það á að hækka stórkostlega útgjöld í þetta og útgjöld í hitt án þess að gera tillögur tekjuöflun eða sparnað þar á móti. Það er sagnfræði. Og ritstjórar Morgunblaðsins eru að vanda við sína menn hér í þessari grein. Ég hygg að það sé í rauninni alveg einstakt í sögunni að Morgunblaðið telji ástæðu til þess að taka upp hanskann fyrir stjórn sem kölluð hefur verið vinstri stjórn. Öðruvísi mér áður brá. En nú kastar svo tólfunum að Morgunblaðið telur alveg óhjákvæmilegt að taka upp hanskann fyrir vinstri stjórn og segir við sína menn á Alþingi: komið með niðurskurðartillögur eða komið með tekjuöflunartillögur. Þegar það bætist svo ofan á að háttvirtur þingmaður Sjálfstæðisflokksins einn hér í deildinu upplýsir að þeir hafi verið plataðir svo að fyrrverandi fjármálaráðherra að nemur ekki hundruðum heldur mörg þúsundum milljóna króna. Hvað er þessi atvinnutryggingarsjóður? Atvinnutryggingarsjóður er tilraun til þess að rétta við vanda þeirra fyrirtækja sem verst hafa farið út úr frjálshyggjustefnunni á undanförnum árum. Kannski frekar að kenna þennan sjóð við háttvirtan þingmann Þorstein Pálsson. Af því að þessi sjóður hefur sérstaklega þann tilgang að reyna að rétta fyrirtækin við eftir frjálshyggjustjórnarstefnu undanfarin ára. Það var óhjákvæm milljónir króna og ég spyr háttvirtan þingmann Guðmund. 7. þingmaður Reykjanes, háttvirtur þingmaður Júlíus Sólnes, notaði langan tíma af ræðu sinni síðastliðinn föstudag til að fjalla þetta mál og hélt því jafnvel fram að ég hefði verið með yfirlýsingar það að ég myndi ekki styðja bráðabirgðalög núverandi ríkisstjórnar sem gefin voru út í lok september síðastliðinn. Annar þingmaður Norðurlands, háttvirtur þingmaður Halldór Blöndal, Norðurlands eystra, var svo að fjalla þetta við fyrstu umræðu þessa máls hér í deildinni. Ég skal lýsa afstöðu minni til ríkisstjórnarinnar og þessa frumvarps og útskýra þannig að þingmenn þurfi ekki að vera þar í neinum vafa með afstöðu mína. Ég verð að taka fram að ég kemst ekki hjá því í máli mínu að fjalla þannig þessa stöðu að það varði nokkuð persónulega afstöðu mína vegna sérstakrar aðstöðu sem ég er í sem alþingismaður. Ég hef nefnilega verið ákærður af hæstvirtum sjávarútvegsráðherra af þeirri ástæðu verið hamlaður undanfarna mánuði að því varðar almenna umræðu stjórnmál og efnahagsmál, varðar sjávarútveginn og þó sérstaklega framkvæmd fiskveiðistefnunnar. En ekki meir það í bili.
Ég lagðist gegn aðild að ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar bæði í þingflokki og miðstjórn Alþýðubandalagsins og gerði ég það vegna þess að ég taldi að Alþýðubandalagið ætti ekki að standa að ríkisstjórn sem skerti samningsrétt launafólks. Það bryti í bága við grundvallarstefnu flokksins og vonandi flestra félaga hans. Ég taldi einnig að styrkleiki Alþýðubandalagsins í ríkisstjórninni væri ekki nægur til að ná fram ýmsum af baráttumálum flokksins, til dæmis til að stuðla að öflugri atvinnustefnu, bættri stöðu landsbyggðarinnar, betri nýtingu fiskimiða og annarra landsgæða, frjálslyndari utanríkisstefnu og varkárni í stóriðjumálum. Meiri hluti miðstjórnar Alþýðubandalagsins varð á annarri skoðun á síðari fundi miðstjórnar, þar sem fjallað var stjórnaraðildina. Ég lýsti því þá yfir að ég teldi það skyldu mína að fara eftir samþykkt miðstjórnarflokksins og myndi ég standa að stjórnarfrumvörpum, greiða atkvæði með þeim málum sem fengju samþykki í þingflokki Alþýðubandalagsins. Samviska mín segir mér nefnilega það að meðan ég sé félagi í Alþýðubandalaginu beri mér að fara að meirihluta vilja í stofnunum flokksins, jafnvel þó ég efist að sá meirihluta vilji sé í samræmi við stefnu og markmið hans. Ég hef jafnframt lýst því yfir að ég myndi ekki greiða atkvæði gegn vantrausti á ríkisstjórnina. Í slíkri atkvæðagreiðslu myndi ég sitja hjá. Þessi afstaða mín var ekki og er ekki enn vegna stefnu ríkisstjórnarinnar, heldur út af allt öðru. Í þessu máli er ég í nokkrum vanda og ég hef verið að leita mér leiða til að komast frá því loforði sem ég hefi gefið það sem ég muni gera ef vantrauststillaga kæmi til afgreiðslu og hvort ég gæti greitt atkvæði gegn slíkri vantrauststillögu. Þar hefur þó ekkert miðað áfram. Þó hafa atburðir í þjóðfélaginu og umræðan verið mér hagstæð. Til dæmis brennivínskaup handhafa forsetavalds, það sem þar hefur gerst og verið talað. Háttvirtum þingmönnum er þetta í fersku minni. Virðulegum forseta Hæstaréttar hefur verið vikið úr starfi af forseta Íslands eftir tillögu dómsmálaráðherra Halldórs Ásgrímssonar. Aðdragandi þessarar frávikningar var sá að forseti Hæstaréttar túlkaði reglur áfengisfríðindi nokkuð frjálslega. En reglur voru fyrir hendi þessi áfengisfríðindi. Forseti Hæstaréttar ásakaður fyrir að hafa gengið of langt, allt að því níðst á því í framkvæmd sem honum var trúað fyrir. Dómsmálaráðherra á eftir að sanna það hvort forseti Hæstaréttar hefur gert eitthvað lagalega rangt og brotið gegn lögum og sanna hvort frávikningin stenst. Herra forseti, en það eru til lög sem framkvæmdarvaldið getur mistúlkað eða túlkað frjálslega eins og brennivínsreglurnar. Það er líka hægt að beita sömu lögum á þann hátt að viðkomandi verður að sanna sakleysi sitt ef bornar á hann ákærur á grundvelli þeirra laga. Svona lögum hefur ráðherra í ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar beitt á frjálslegan hátt líkt eins og dómarinn í Hæstarétti notfærði sér brennivínsfríðindin. Þessi ráðherra er sjávarútvegsráðherra og heitir Halldór Ásgrímsson. Hér í þessu tilfelli verður sakborningur sem bornar á ósannar sakir að sanna sakleysi sitt gagnvart ágiskunum ráðherrans. Hér er staða ráðherrans svipuð og staða fyrrverandi forseta Hæstaréttar. Hann hefur frjálst mat samkvæmt þeim lögum sem ég er að fjalla Ég get ekki lýst stuðningi við ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar með því að greiða atkvæði gegn vantrausti á ríkisstjórn og þar með lýst óbeinum stuðningi við þessi vinnubrögð sjávarútvegsráðherra. Herra forseti, ég tel mig nú hafa gert háttvirtum þingmönnum deildarinnar grein fyrir því hvernig ég muni beita atkvæði mínu og af hverju ég tók þá afstöðu að lýsa því yfir að ég myndi ekki verja ríkisstjórnina gagnvart vantrausti. En ég þarf að útskýra svolítið betur það sem ég sagði hér fyrr. Það er að segja að ég hef verið að leita mér leiða til þess að geta greitt atkvæði gegn vantrauststillögu, kæmi hún fram. Þau bráðabirgðalög
sem hér er fjallað voru fyrst og fremst sett til að styrkja stöðu sjávarútvegsfyrirtækja. Þau voru sett til að stöðva og breyta til frá óheillastefnu markaðs og frjálshyggju. Þessi bráðabirgðalög eru gölluð og í þeim eru ýmis óþörf ákvæði. Þeir sem stóðu að því að semja þau og gefa þau út hafa hlotið að gera sér grein fyrir því að þau voru einnig farkostur bráðabirgða aðgerða. Það hefur þá komið í ljós þegar ráðherrar hafa rætt verkefni ríkisstjórnarinnar að gera þarf ýmislegt fleira, til dæmis til að koma sjávarútvegsfyrirtækjum á betri rekstrargrundvöll. Hæstvirtur fjármálaráðherra hefur oft nefnt endurskipulagningu fyrirtækja, sameiningu og þar með fækkun fyrirtækja og þá líkast til í þeim tilgangi að byggja stórfyrirtæki í stað þeirra mörgu litlu og miðlungsstóru sem nú eru í þessum rekstri. Það væri svo sem gaman að fá umræðu þessa endurskipulagningarhugmyndir hér inn á háttvirt Alþingi, en ég er ekki beint að óska eftir því við þessa umræðu. Hæstvirtur sjávarútvegsráðherra hefur bent á leið til þess að bæta rekstrarstöðu sjávarútvegsins. Vitaskuld gerir hæstvirtur sjávarútvegsráðherra sér vel grein fyrir því að þessi bráðabirgðalög leysa ekki allan vanda. Ég á ekki hér við kauplækkunartillögur hans sem ég vísa algjörlega á bug, heldur tillögu hans aukna nýtingu með bættri meðferð sjávarafla. Ég hefi haldið því fram undanfarin ár að aðalatriði fiskveiðistjórnar, fiskveiðistefnu okkar eigi að vera það að stjórnunin skuli stuðla að því að sem best, mest og verðmætust hráefni komi að landi úr fiskiskipum okkar og í fiskvinnslustöðvunum eigi sér ekki stað nein mistök sem skemmi þetta hráefni. Heldur sé það tryggt að úr því verði unnar, góðar og verðmætar afurðir. Ég fagna þessum hugmyndum ráðherrans það hvernig halda megi hér áfram í framhaldi af setningu bráðabirgðalaganna sem við fjöllum frá stefnu fyrir ríkisstjórnar og þá eftir ýmsum leiðum. Ég er þá komin enn á ný að því sem ég nefndi hér áður, hvort ég get ekki ef fram heldur sem horfir stutt ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar án nokkurra efasemda. Ég myndi hugsa mig ef ég væri viss það að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra túlkaði ekki lög upptöku ólöglegs sjávarafla í framtíðinni á líkan hátt og fyrrverandi forseti Hæstaréttar túlkaði reglur áfengiskaupafríðindi handhafa forsetavals. Vil ég minna háttvirtan 3. þingmann. Nú er rétt að taka það fram að hér er ekki refsiverðan verknað að ræða og þessi mál ganga yfirleitt vel fyrir sig án þess að nokkur vandræði hljótist af og það er að sjálfsögðu krafa allra þeirra sem fiskveiðar stunda við Íslandsstrendur að það sé haft sem best eftirlit með þessum málum og eitt sé látið yfir alla ganga. Ég vil hins vegar ítreka það að ég mun ekki hér á Alþingi ræða einstök mál þetta varða. Ég tel að Alþingi Íslendinga sé ekki vettvangur til þess að ræða mál með þeim hætti sem háttvirtur þingmaður gerði hér. Hann hefur kosið að reka þetta mál á ákveðnum vettvangi og það var á hans frumkvæði og það verður að hljóta þá meðferð sem þar er til stofnað. Ég tel það á allan hátt óviðeigandi og ítreka það sem ég margoft áður sagt að ég mun ekki ræða mál einstakra aðila hér á Alþingi sem þetta varðar. Háttvirtur þingmaður spurði hins vegar það hvort að þessum málum yrði komið fyrir með þeim hætti sem hefur verið á undanförnum árum eða hvort þar yrði einhver breyting á. Það verður haft eftirlit
með fiskveiðunum með þeim hætti sem lögin gera ráð fyrir meðan að þeim er ekki breytt. Það er hins vegar með þessi lög eins og öll önnur lög að þau kunna þarfnast endurskoðunar og það hefur verið unnið nokkur starf í ráðuneytinu til undirbúnings þess að setja þetta mál ítarlegri löggjöf, meðal annars vegna þess hversu nauðsynlegt það er að hafa sem best eftirlit með fiskveiðunum. Það mál er enn á undirbúningsstigi en þar hafa verið hvattir til hæfir lögfræðingar sem eru utan ráðuneytisins. Þannig að ég ítreka það að sjálfsögðu verður þessu eftirliti haldið áfram með þeim hætti sem að þeir menn sem þekkja best til leggja fyrir. Þetta er að sjálfsögðu ekki í daglegum verkahring ráðherra eins og háttvirtur þingmaður lætur nánast í skína í þessu sambandi. Þetta er daglegt verkefni starfsmanna sjávarútvegsráðuneytisins sem að þeir reyna að framkvæma eftir bestu getu og bestu samvisku og ég treysti þeim ágætlega í því sambandi.